Komiði sæl, við erum Torfi Guðbrandsson og Kristín Gunnarsdóttir og við ætlum að flytja ykkur stuttan fyrirlestur miðlalæsi. Hvað er miðlalæsi? Miðlalæsi er þessi færni og kunnátta í fjölbreyttri miðlanotkun. Bæði felur hún í sér að geta horft á og greint ýmiss konar fjölmiðlaefni og upplýsingar og einnig að búa til nýtt efni og miðla því á einhvern hátt. Til að byrja með tengdist miðlalæsi aðeins fjölmiðlum eins og dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi, en með breyttum tímum og miklum framförum á sviði vísinda hefur hún fært kvíarnar út í stafræna miðlun þar sem tölvur og netið spila stærstu rulluna. Miðlamenntun leggur mikið upp úr því að fólk greini fjölmiðla á gagnrýninn hátt. Það er nefnilega ómögulegt fyrir fjölmiðla að fjalla allt sem fram fer á okkar ástkæru jörð, svo þeir taka aðeins agnarbrot af því sem gerist. En hvers vegna verður það sem fjallað er fyrir valinu en ekki eitthvað annað? Við greiningu á efninu hafa nemendur með sér 5 lykilhugmyndir, en þær snerta höfundinn, tjáningarformið, móttakendur, innihald og tilgang. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að með hverri lykilhugmynd fylgir lykilspurning. Miðlalæsi gengur samt ekki einungis út á það að gagnrýna fjölmiðla, heldur einnig fjölþætta færni þar sem fólk getur notið einhvers efnis eða nota það. Þeir sem eru miðlalæsir eru til dæmis læsir á ýmis myndmál eins og í kvikmyndum og jafnvel tónlist. Hver kannast ekki við það að lesa plötudóma í dagblöðum og rekast á lýsingarorð eins og sveimkenndur og lágfýðslegt? Þessir miðlar eiga sín táknkerfi sem almenningur hefur ekki endilega aðgang að, en þeir sem eru miðlalæsir á táknkerfi ákveðinna miðla geta notið sín betur í slíku umhverfi. Nú til dags eru margar aðferðir til þess að miðla efni. Til að byrja með var prentmiðillinn sá eini, en með tímanum hefur maðurinn sem betur fer fundið upp á fleiri aðferðum til að miðla efni manna á milli. Þar er tölvan í aðalhlutverki, en maður fer varla langt í dag án hennar viðkomu á einhverjum stað í ferlinu. Verkfærin sem eru í boði í dag, eins og til dæmis myndavélar og hljóðnemar, þurfa á tölvunni að halda svo að efnið komist á fast form og finni sér einhvern stað til að vera á. Fólk í öðrum heimshluta getur til dæmis horft á myndband sem er tekið upp á Íslandi heima hjá sér án þess að hafa mikið fyrir því. Miðlalæsi er ekki fag sem er innilokað inn í tölvustofum, heldur hefur það hlutverk í nánast öllum greinum og getur komið að góðu gagni við ýmis verkefni. Eins og ég var að tala þá getur miðlalæsi tengst inn á allar námsgreinar með einhverjum hætti. Miðlalæsi felur í sér nýja nálgun og hugtök en ekki endilega nýja námsgrein sem slíka. Eitt af meginmarkmiðum miðlalæsis er að auka færni fólks í sínu tungumáli og þá skiptir engu hvort er að ræða talmál eða ritmál. Með þessu verður til færni til að átta sig á öðrum málum eins og til dæmis myndmáli. Miðlamennt felur í sér ríka áherslu á að fólk skilji hlutverk og eðli miðla. Fjölmiðlar geta nefnilega haft áhrif á það hvernig fólk hegðar sér og getur jafnvel myndað skoðanir þess með valdi sínu. Miðlamennt býður upp á sveigjanlegt og lýðræðisleg vinnubrögð og einnig hafa nemendur valdið í hendi sér þar sem þeir velja sér sjálfur viðfangsefni og sjá skipulag þess og framvindu. Nemandinn þarf að átta sig á styrkleika hópsins og nýta krafta hans til fulls. Takk fyrir okkur.